byggum í Reykjavík og gengum með þá svona hugmynd í maganum að flytja upp í sveit og búa með tómata hesta. Þannig að við vorum bara svo lánsum að detta niður á þennan yndislega stað. Þegar við komum í Friðheima hafði engi búið þar í 4-5 ár, þannig að svona staðurinn staði í eyði og mikilli niðurníðslu. En tilvalinn staður fyrir unga krakka, við vorum 25 ára gömul til þess að kaupa og hefja sín búskap. Þannig að við höfum svona verið að byggja þetta upp síðan þá með svona aðal áhersluna á garðyrkjuna okkar. Við erum búin að vera að rækta tómata, gúrkur, paprikur, mest tómata núna og erum komið með heilsársræktur í tómatum. Svo tókum við svolítið risaskref fyrir 8 árum síðan þegar við ákveðum svona að opna hjá okkur búið og bjóða gestum að koma hér heim. Það hefur eiginlega komið mest á óvart finnst mér hvað fólki finnst þetta áhugavert. Ég man fyrst þegar fólk kom hingað og það átti að koma að hestasýningu og það sér gróðurhúsinu og það bara svona, hei, eru þið með gróðurhús, megum við skoða það líka? Í minningunni þetta þannig að ég hef bara staðið á skítugum gúmmístígvélum og sagt, og hvað ætlið að sjá hjá mér? En það ofsalega merkilegt það sem við erum að gera á Íslandi, að nýta jarðvarmann og við getum ræktað allt árið í þessu kalda landi með hjálp náttúrunnar. Við hefum svo mikið magna af frábæru lindarvatni á Íslandi og það skiptir svo miklu máli því tómatar eru 92% vatn. Við erum náttúrulega eyja á þetta norðarlega þannig að það ekkert svo mörg meindýr sem að herja á okkur þannig að við notumst við svo kallar lífrænar varnir, svona góða flugu á móti slamniflugu, þannig að við notum engin eitur eða varnarefni og svo erum við náttúrulega nálægt markaðum þannig að tómatar sem við týndum hér í morgun að þeir eru komnir í verslanir núna seinnipartinn eða í fyrramáli sem gerir það verkum að við getum leyft að þroskast eða roðna á plöntunum og þar með verða bragð meiri. Býflugurnar ekki síður mikilvægar heldur en við mannfólkið. Við erum að fá hvað maður að segja, 1 bú á viku fyrir hvert gróðurhús, þannig að við erum með 600 býflugur hérna starfandi og þær sinna ofsalega mikilvægu hlutverki. Þær flögra milli blómanna og safna frjótuti og þar með fræfast plönturnar, þannig að við fáum góða uppskeru. Það var orðið rosalega breytingar frá því að við fórum inn í ferðaþjónustuna. Við komum hérna inn fyrst 2008 og stegla núna svona síðustu, getum sagt svona 3-4-5 árin hafa orðið rosalega mikla breytingar. Bæði náttúrulega orðin mikið meira fólki að ferðast en veturinn komið svo sterkur inn. Yfir veturinn erum við bara með ansið þétt bókuð, janúar, febrúar, mars, nóvember. Það held ég að sé bara líka svolítið út af því að það eitthvað svo áhugaverð þessi flétta ferðaþjónustunar og landbúnaðarins. Fólk hefur svo mikinn áhuga að sjá hvaðan maturinn kemur og hvernig hann verður til. Þannig að ég segi það stundum að árið 2008 þegar við opnuðum búðið okkur fengum við 900 gesti og ég er svo stoltur hvað margir koma heimsóttum við það árið. En þetta árið erum við að reikna með að séu svona 150-60 þúsund gestir sem munu heimsækja okkur.